Herru, við vorum búin að fara yfir Stærstu fréttir stærstu dagsins. fréttir en Karli, þú færði hérna tækifæri til þess að botna þetta. Já, það er nú ekkert rosa mikið nema núna Landsbankinn að hækka vexti á óverðtryggðum íbúðarlánum vegna stýrivaxtahækkana Seðlabankans og svo var BSRB að gefa út umsókn loka umsögn fjárlagafrumvarpið. Þar segja þau að frumvarpið sé að lýsa hagkerfi þar sem einkaneysla hefur aldrei verið sterkari en það er ekki tekið tillit til þeirra 38.000 heimila í landinu sem hafa átt erfitt með að ná endum saman á árinu 2021. Þeir lögðu líka til að það erði hort á tekjuhliðina sem það vantaði hana og lögðu til að erði teknir upp eignaskattar. Þau furða sig á því að þessi aðhaldið og niðurskurðurinn sem þarf að eiga sér stað til að ná jafnvægi í ríkisfjármálum, þau allir bara stefna í það í enn frekari niðurskurði í staðinn fyrir að ná inn í auknar tekjur. Þau vil ekki hækka tekjurnar á einum ríku. Nei. Þau vilja frekar skera niður og byrja þjónustu. Þetta er frekar augljóst, hrópandi augljóst og helstu stéttarfélögin að benda á það. En annars að fara oflangt í það, þið getur skoðað þessa skýrslu hjá BSRB, ég mæli með því. Og þá er mikil ótti núna við kjarnorkustríð í Finnlandi. Ríkisstjórnin þar hélt blaðamannafund þar sem þau sögðu að fólk ætti að eiga jóðtöflur til vonar og varar ef það skildi verða kjarnorkuárás og allir á aldrinum 3 til 40 ára ættu að eiga jóðtöflur fyrir sig og þær seldust upp bara á svipstundu. Það kom svona stemming sem að fólk sem eldri en 60 mann eftir frá því í kalda stríðinu. Þetta mjög sambarlegt og náttúrulega Finnland rosa vígbúin í rauninni, þau eru með neðanjarðarbyrgi út allt, það eru reglugerðir það þegar þau eru að byggja hús að það eigi að vera skýli og annað. Það eru ýmsu vön. Varnir þeirra eru byggður upp á því að það verði óbærilegt fyrir þann sem að reynir að ráðast á Finnland. Það verði barist við hvert kjallara. Sem er kannski ágætis aðferð og skiljanlegt að þau hafa verið svona í kalda stríðinu þannig á milli Það er reynsla svolítið stríðum. En svo ætlaði þú að segja mér eitthvað hælisleitendur að það Já, því að það var umræða í dag að því það hefur verið að því Jón Gunnarsson er að sækja það mjög stíft að fá pólitíska stuðningu við að breyta útlendingalögunum og þá hefur hann verið við nú fjallað það hér. Hann hefur verið nú þingi og víðar og verið að tala að fjölgun hælisleitenda sé bara að sliga grunnkerfi samfélagsins. Talar eins og við munum ekki ráða við að veita þá þjónustu sem við þurfum að veita. Ég held að það getur ljúið því. Málið er eins og að þetta var fyrirséður vandi en stjórnvöld opnuðu fyrir að hingað kæmi fólk frá Úkraínu og reyndar frá Venesúela líka. En þau hafa ekki gert annað en það. Þau hafa bara vonast til að það myndi reddast. Og það vandamálið sem við stöndum fram yfir og ég tók hérna saman, ég held að við eigum graf, kannski svona nýtt system hérna, kannski ekki með grafið. Þetta er svona vernd og ég skipti bara Úkraínu sem er hann að gula og þetta er frá 2015 til 2022 og svo Venezuela er rautt og önnur lönd eru blá og þá er þetta spurningin, er þetta vegna þess að fjölgun flóttamanna, er það vegna þess að íslensk lög eru svo götótt að hingaði verður mikil fjölgun flóttamanna umfram það sem að eðlilegt væri. Þá er það líklega bláa svona sem þú horfa á og það er bara engin innistæða fyrir þessar fyllingu. Já, mann heyrst að þetta sé bara algjört bull. Nei, þú sér það er smá hækkun og 2022 er náttúrulega fyrstu 9 mánuðir ársins, það er ekki búið árið, en það er hækkun frá 2001 og 2020 og 2021. En þá var þetta COVID og stórum hluta þessu tíma voru bara engin ferðalög á milli landa. Þannig að það er eðlilegra að taka súluna 2022 og bera hana saman við 2016, 17 og 18 og þá sést að það er engin aukning í þessum hópi. Og ég er líka þeir sem hafa fengið vernd, það er annað graf sem við erum með, sem hafa fengið vernd. Það er alveg sambærilegt og þar sérðu að vegna þess að allir frá Úkraínu fá sjálfkrafa vernd og allir frá Venezuela líka og það fyrst var það, ég heyrði Katrín Jakobsdóttir talaði í dag að þetta væri stjórnvaldsákvörðun að úrskurðarnefnd útlendingamála hefði úrskurðað að ekki væri heimilt að taka fyrir mál hvers einstaklings frá Venezuela heldur yrði að gera það eins og áður var að hleypa öllum inn vegna þess að íslensk stjórnvöld höfðu áður skilgreint Venezuela alveg eins og þau skilgreina Úkraínu í dag.
Það sem að úrskurðarnefnd útlendingamála gerði var að segja að þú getur ekki farið allt í einu að taka umsóknir hans kalla öðruvísi heldur en allra hinna sem hafa komið undan að þess að færa fyrir rök fyrir því að eitthvað hafi breyst í Venezuela. En það treysti útlendingastofnun sér ekki til þess að gera. Það þurftur að sína fram á að ástandið í Venezuela væri ekki eins slæmt og þeir eru áður haldið fram. Og þess vegna er áfram öllum sem kom inn frá Venezuela veitt hæli eða veitt vernd mannúðarástæðum og það er vandamálið. Þannig ef það á að glíma við þetta þá er það ekki í lögunum og ég ætla ekki hljóma þannig eins og ég sé að leggja til að verði hætt að hleypa inn fólki frá Venezuela en málið er hins vegar það að við erum eina landi í heiminum sem skilgreinir Venezuela með þessum hætti til Danmerkur eru kannski að koma 4-5 það er að koma 500 til Íslands og það er reyndar held ég hafi verið á þessu ári 80 til Noregs en það eru held ég 500 sem hafi verið komið til Íslands. Svo finnst maður alveg viðbjóður þessu að tala svona eins og þetta sé ástæðan fyrir við náum ekki að sjá þessa grunnþjónustu sem við viljum halda úti en þau ætla ekkert að auka tekjuöflun í þessum fjárlögum og svo er það svona byrjuð að ýja því að þetta er allt flotta fólkinu að kenna. Já, flotta fólkinu sem er komið frá Sýrlandi eða Afganistan eitthvað svoleiðis sem er bara Venezuela er ekki skilgreint sem neyðarástand á alþjóða flóttamannastofnuninni en það er Afganistan og það er Súdan og það er Jemen og það eru mörg svæði sem er skilgreint sem neyðarástand og Úkraína en það er annarkvort það að stjórnvöld bara standa við skuldbindingar sinna gagnvart fólkinu í Venezuela ef það er að segja að þeim við koma inn og þeir fá skilyrðislausa vernd og fólki til Úkraínu þeim við koma inn og fá skilyrðislausa vernd það verður að vera til húsnæði, það verður að vera til heilbrigðisþjónusta og menntakerfi til að taka á móti þessu. Það er ekki hægt að fara að horfa allt inn á fólki sem er að koma hérna frá Sýrlandi eða Jemen eða Afganistan og segja við það að það sé að eyðileggja grunnkerfi samfélagsins. Nei, ég verð að segja þetta er bara ógeðslegt Já, og þetta hefur oft gerst áður í samfélögum þar sem það hefur verið að búa til svona scapegoat sem í staðin fyrir að hækka skattana og þau ríku og auka tekjuöflun ríkisins og geta gert eitthvað í þessu að fara í það að kenna þessum viðkvæmi hópum þetta er bara ógeðslegt og ég skil ekki okkur fjölmiðlar fell ekki mynda það er snarlegt að samstöðun sé að reynda saman og sína fram að þetta samstöðun hefur verið að gera ímyndslegt hún hefur byrtið myndir og nöfn af mönnum sem setja í Gæsluvarðhaldi og komst að því að þeir fylgja Jordan Peterson og þeir fylgja Ben Shapiro og þeir fylgja Ernu Ýr á Íslandi og Bjarna Ben og ungum sjálfstæðismönnum þannig að það er sönnagögnum að þetta séu hægri menn eins og er búið að vera svona að halda fram. Það er ekki þannig að ef þú fylgir með Bjarna Ben á Twitter og þá verður riður. Nei. Það er ekki þannig. Það er augljóst að því að lögreglan kynir þetta sem pólitískt mál og það er þess vegna þessi pólitísk hryðjuverk í útöpunum og þess vegna er eðlilegt að fjalla þessum menn. Það sem er mjög skrítið sem gamall blaðamaður er að þeir eru búin að sitja inn í meira en 3 vikur inn í gæsluvarðhaldi og það hefur ekki verið fjallað þá og ég eiginlega veit ekki hvernig er hægt að fjalla ógn í samfélagi ef það má ekki fjalla það sem ógnin stafar af og ég bara næði ekki hvernig við þessum samfélagi og maður geta talað það sem en svo er maður kannski bara að verða samdöina þessu því að það er Samherjamálið var afhjúpað fyrir þjóðinni fyrir ég hef ekki verið 3 ár síðan 3 ár síðan og síðan er þessu bara ítt einhvers þar inn og þá er við að þegja ekki fjalla málið á meðan þetta er rannsóknar Íslandsbankasalan og núna þessi tilkynningum að hér sé þú veist margt sem bendir til að hér sé að verða til eitthvað svona Proud Boys sem að fara með ofbeldi eitthvað þeim sem eru á mótiðum en við mögum ekki fjalla það því við höfum bara að bíða eftir að lesa bókina kannski sem að vera jólabókina þarnæstu jól sjáum til með það rétt á eftir þá kemur hann Breki Karlsson hann ætlar að kvarta yfir innheimtukostnaði og hefur margt fyrir sér í því